Komið þið sæl. Ég heiti Arndís Þórarinsdóttir og ég er rithöfundur. Og ég er rithöfundur af því að ég trúi því að í bókum búi galdrar. Inn í hverri einustu bók er ævintýraheimur. Og ævintýraheimarnir geta verið alls konar. Ævintýraheimurinn minn er inn í eldgamalli nærbuxnaverksmiðju. Fyrir 2 árum skrifaði ég þessa bók sem heitir Nærbuxnaverksmiðjan, sem er Gutta og Ólínu sem fara inn í eldgamla nærbuxnaverksmiðju og kynnast þar vélmenni sem heitir Rasmus. Í bók nr. 2 er búið að stofna samfélagsmiðstöðina Rumpin í gömlu nærbuxnaverksmiðjunni og Gutti og Ólína starfa þar en þau komast að því það er eitthvað skrítið í gangi og þau þurfa að fara að njósna. Til að leysa gátuna, það er nærbuxna njósnararnir. Þá eru Gutti og Ólína orðin góðir vinir en þau eru það ekki í fyrstu bókinni. Og núna var að koma 3. bókin sem heitir Nærbuxna vélmennið og hún er líka mann Rasmus sem er á kápunni í fyrstu bókinni. En Gutti og Ólína sem að urðu svo góðir vinir þarna í lok fyrstu bókarinnar, unnu vel saman í bók 2. Já, það er eitthvað að gerast hjá þeim. Þau eru að breytast, þau eru ólík og Ólína er búin að finna sig einhvers staðar annar staðar. Hún er farin að æfa íþróttir og er bara alltaf upptekin. Og Gutti er bara einmana og dapur en Ólína er eldhress. Og Gutti vill bara leysa þetta vandamál með því að vinna sem allra mest í rumpinum. Hann ætlar bara að verða bara möppudýr á grunnskólaaldri. En foreldrar hans eru ekki ánægðir með það og amma hans er ekki ánægð með það. Þannig að það er allir að segja honum að hann eigi að vera minna í rumpinum. Og hann er ekki glaður og sérstaklega er hann ekki glaður þegar hann kemst að því að það er verið að skipuleggja rosaleg 17. júní hátíðahöld í rumpinum sem honum hefur ekki einu sinni verið sagt af. Þannig að hann ákveður að hann ætla að vera aðalmaðurinn í þessum hátíðahöldum. Ég skrifa sögurnar, vinur minn sem er ótrúlega snjall heitir Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson. Hann teiknar alla myndirnar í þessum 3 bókum bæði að innan og að utan og hann gerir oft ýmislegt sem ég dettur ekkert í hug þegar ég er að skrifa texta. Þannig að við Sigmundur vinnum mjög vel saman. Bækurnar eru ekkert mjög langar og þær eru vonandi frekar fyndnar og svolítið spennandi. Og það sem mig langar til að gera núna er að fá að lesa fyrir ykkur einn kafla úr Nærbuxna vélmenninu. Og hér er Gutti búinn að ákveða það að hann ætlar að taka þátt í undirbúningnum fyrir 17. júní en það er eitt vandamál. Vélmennið sem að Gutti þekkir og elskar, hann Rasmus, Blunduras 3000, hann er búinn að vera bilaður. Það er eitthvað skrítið, hann hegðar sér eitthvað undarlega en það er örugglega ekkert stórmál, eða nokkuð. Gutti gat ekki hugsað sér að fara í skólan daginn eftir. Hann var heldur ekki að missa miklu, bara einhverju rugli sem tengdist skólaslitunum. Einhverjum stöðvum og leikjum og svoleiðis, það var ekki stórmál að sleppa því. Hann sagði mömmu sinni að hann væri slappur og sannfærði hana að skrá sig veikan. Þegar leið á morguninn ákvað hann samt að honum væri ekki til setuna boðið. Hann varð að drífa sig út að undirbúa hátíðahöldin. Hann var nefnilega búinn að ákveða að hann ætlaði ekki að láta Ólínu og þetta vesen á Rasmusi eyðileggja fyrir sér. Hann gat bara víst hjálpa til við að undirbúa 17. júní. Nærbuxna kóngurinn lét ekkert stoppa sig. Honum myndi líða eins og allt væri eðlilegt aftur þegar hann færi að banka upp á hjá fyrirtækjunum í bænum. Gutti átti oft erfitt með að tala við fólk en þegar hann gat sagt "Góðan daginn, ég heiti Gutti og kem frá rumpinum", þá var það einhvern veginn miklu léttara. Gutti gekk á milli fyrirtækjana í sólinni og allir voru spenntir að taka þátt í hátíðahöldunum. Gutti fann hvernig hann varð stöðugt léttari á fæti. Þetta yrði frábært, borgarstjórinn yrði ánægður með enn umfangsmeiri þáttöku brókarenda, íbúar yrðu glaðir með frábæra hátíðardagskrá og allir myndu skilja að rumpurinn var frábær staður og að Gutti var mikilvægur aðili þar. Kannski yrði aftur mynda á hann með blöðunum. Gutti var orðinn mjög glaður þegar hann stóð og spjallaði við pítsubakarann hjá Boxerbökum þegar nokkuð undarlegt gerðist. Hann sá hreyfingu út undan sér. Og allt í einu kom eitthvað stórt og silfurlita brunandi niður Bómellastræti. Ó nei. Gutti leit á Rasmínu pítsubakara og brosti fallega.
Einmitt, það frábært að þið séu til í að skera allt áleggið ykkar út í laginu eins og nærbuxur. Það eru jú smáatriðin sem skipta máli. Við verðum í sambandi. Svo rauk hann út úr búðinni og á móti Rasmusi sem nálgaðist á fullri ferð. Hvað var eiginlega í gangi? Rasmus var forritaður til þess að geta ekki yfirgefið verksmiðjuna. Gutti flýtti sér á móti honum og kallaði: Rasmus, stopp! Hvað ertu að gera? Útrás, hrópaði Rasmus og brunaði fram hjá Gutta án þess að hægja á sér. Rasmus var illa til reika, það sást í vírana á samskeytunum hans og á bakvið gluggann í maganum á honum kom Gutti auga á skelkað trínið á Svölu Björgvins sem var orðin reynibyrjarauð af skelfingu. Svala Björgvins í þessari sögu kanína, ekki söngkona. Rasmus, gólaði Gutti og snar sneri sér við til þess að elta vélmennið. Stopp! Hjólin á þeir eru ekki hönnuð fyrir malbik! Rasmus svaraði engu en beygði aðeins svo hann var ekki lengur á gangstéttinni. Þau eru ekki heldur hönnuð fyrir gras, veinaði Gutti. Margir í hverfinu þekktu Rasmus og veifuðu til hans þegar hann brunaði framhjá. Rasmus svaraði þeim engu, heldur skaut bara eldrauðum samanvöðluðum nærbuxum upp úr kollinum á sér og beint framan í Gutta. Rasmus, stopp! Þú verður að... Góðan daginn! Gutti veifaði heimilisfræðikennarannum sínum þegar þeir Rasmus æddu framhjá. Hann stakk brókinni í vasann. Hvert ertu að fara? Spurði Gutti. Hvað átti hann að gera? Hringja á lögregluna? Þetta átti ekki að vera hægt. Rasmus gat ekki hugsað sjálfstætt. Hvað var eiginlega í gangi? Rasmus hafði stoppað fyrir utan sundfataverslun brókarenda og lamdi nú af öllum kröftum í glerið. Gutti flýtti sér til hans og reyndi að láta eins og allt væri eðlilegt. Halló, hrópaði hann til sölumanns sem horfði hissa á þá. Þetta bara smá innlit frá okkur í rumpinum. Gjörðu svo vel, ókeypis nærbrekkur. Alltaf gott að skella sér reinar eftir sund. Hann henti rauðu brókinni sem var með í vasanum til furðu lostins sölumannsins. Rasmus, hættu áður að þú brýtur glerið, hvæsti Gutti. Tillögu hafnað, drundi í Rasmusi en hann rauk samt af stað aftur. Rasmus var kominn að ísbúðinni og stór hópur á krökkum horfði á hann þar sem hann reyndi að tróða gripörmunum inn í bíl sem stóð þar fyrir utan með opinn glugga. Maður sem sat í bílnum og var að borða ís reyndi í ofboði að loka glugganum. Gutti flýtti sér að Rasmusi og reyndi að tala fyrir honum. Rasmus, kallaði hann bænarómi, við erum vinir, gerðu það ekki, láta svona, fólkið hrætt. Rasmus hlustaði ekki. En það var kannski jafn mikið viti því að tala við hann eins og samlokugrillið, hugsaði Gutti dapur í bragði. Fólk allt í kringum þá var að fara að taka upp símana sína og tók nú myndbönd af óða vélmenninu. Maðurinn í bílnum hafði náð að loka glugganum og var að reyna að bakka út af bílastæðinu. Rasmus hafði samt náð að rífa af honum stóran ís með dífu sem hann hélt nú á og veifaði allt. Rasmus, sagði Gutti aftur en hann náði ekki að segja meira. Áður en Gutti vissi af, sat stóri ísinn í brauðforminu á miðjum kollinum á honum og þykkir ístaumar lágu niður gleraugun hans. Fólki með farsímana hló nú enn meira en áður. Þegar Gutti gat aftur séð út, sá hann að Rasmus hafði brunað aftur á stað nú í átt að Brókaborg, leikskóla hverfisins. Gutti vissi að nú varð að stoppa hann. Litlu krakkarnir yrðu bara hræddir. Vínalega vélmennið í rumpinum mætti ekki ráðast á leikskólan þeirra. Börnin myndi aldrei þora að koma aftur í rumpin. Hann henti ísnum af höfðinu, stakk klístruðum gleraugunum í vasann og hljóp eins hratt og fætur toguðu á eftir Rasmusi. En svo gerðist eitthvað. Vélmennið hægði á sér. Svo fór það að snúast í hringi. Gutti pírði augun. Jú, það var greinilega steinvala föst í viðkvæmum hjólabúnaðinum öðrum megin svo að það hjól snerist ekki. Risastór skrokkur Rasmusar riðaði til falls og hrundi svo á stéttina með háu glamri. Griparvarnir héldu samt áfram að fálma í allar áttir svo ómögulegt var að komast nálægt Rasmusi. Hvað átti Gutti að gera? Nei, eru það ekki Gutti og Rasmus? Var spurt fyrir aftan hann. Bragur borgarstjóri kom svífandi á rafknúna hlaupahjólinu sínu og brosti út að eyrum. Gutti stirðnaði. Hvað átti hann að gera? Ef borgarstjórinn sæi þetta klúður mátti rumpurinn gleyma því að vera aðalstjarnan á 17. júní. Gutti lokaði augunum, fleygði sér á Rasmus, greip höfuðið á honum og sneri því harkalega til hliðar, miklu lengra en hjarirnar lifðu.
Samskeytin rofnuðu og griparmarnir fjallu til jarðar, allir sem einn. Gutti sneri sér hægt við, leit á borgarstjóran og þurrkaði súkkulaðidífu af enninu. Sæll, sagði hann, það góða veðrið.